Við erum velkomin í Leikjadóm hér í Game TV. Að þessu er að leikurinn Ratchet og Clank Mode. Og en við Sverrir strímum heila 9 klukktíma úr leiknum daginn og nánast kláruðum hann. Og nú komum við að því að koma bara með Leikjadóm. Hvernig er hann, hvað er hann, hvernig virkar hann og svo framvegis. Og það er Sverrir Bergman sem vil að gera það. Það er svoleiðis. Já, enda búin að spila mikið. Já, við ætlum að dæma fyrstu 10 klukkutímar af leiknum. Við erum ekki búin að klára. Nei, það er nánast búin að klára. Við ætlum að gera það og við ætlum að gera það í beinni. Það er svoleiðis. Það er bara því. En já, Ratchet og Clank sko, þetta eru náttúrulega leikir sem eru búin að vera gríðarlega vinsælir gegnum tíðina, komu fyrst út á PlayStation 2 held ég. Og þessi leikur er í rauninni hálfgerð endurgerð af honum. Af því að sko myndin sem er núna komin í bíó er frábær í alveg fárlega talsett. Fárlega. Og hún er hérna, sérstaklega fárlega góður. Clank, já, íslensku sakkan er miklu betur en orginalin. En hérna, sérst, myndin er gerð eftir fyrsta leiknum, Ratchet og Clank leiknum. En þessi leikur er gerður eftir myndinni. Þannig að þetta er rauninni svona endurgerð af fyrsta leiknum, fattalum. Þannig að þetta er skrítið pæling. Og hver er sögutráðan? Hvað er að gera? Sögutráðan í myndinni þá? Já, hann er bara að fara að ráða í að drekka dögum. Ráða að drekka dögum? Já. Hann finnur Clank í þessu leik, þetta er upphafi. Þeir kynnast og verða vinir. Þetta er mjög falleg saga og það er gríðalegt svona gríðaleg fjölbreytileiki þegar kemur að spilun í þessum Ratchet og Clank leik. Já, getur þú nefnt dæmi það? Já, þú ert öll að hoppa og skopp. Svo ert að detti í alls konar turrets, þú ert að hoppa á bretti og skeita eftir svona einhverjum svona röðum. Já, þannig að þetta er eiginlega skotleikur, ekki? Já. Og plattformleikur. Já. Og líka þrautaleikur. Já, og líka Klankborðin, eru þau ekki eitthvað? Jó, þú ert detti í Clank og ert að, þú veist, henda svona alls konar drasli hinga og þanga og það sem eitt getur að hoppa, eitt kemur brú og þetta er svona, já, alls konar þrautir. Svo er þetta líka pínulítið svona bílaleikur. Þú ert að detta að því einhver búst og hoppa fram og tilbaka og ná einhverjum svona suðbrettum eða það ekki. Og svo eru einhverja brautir sem þú ert að fara og þú ert að fljúga einhverju gameskipi og skjóta hitt og þetta og svo ferði í svona turret og þetta skjóta bara á því og þannig að þetta er alls konar. Svo ferði að endast að byssum og getur uppfært þær eins og þú vilt. Og talandi byssunar, við erum með hérna nokkra af þeim eða nokkra við, sem bara opna fyrir alla byssunar. Hvað varst að vinna mest með? Við erum með Magma-bösterinn hérna, hann er grjótarður. Við vorum að vinna aðalega með Banabitan, eða The Combustor held ég hann heiti. Já, ok. Getur það ekki verið? Vitu, það er hérna Proton Circon. Circon, þetta er eitthvað vel við. Þú getur sendt hann svona áfram, eða ekki? Hvað er þetta Pixelizer, það er nú eitt af mínum uppáhalds. Já, þetta er þitt uppáhalds. Breyti mönnum bara í 8-bita drasl. Groovitron. Já, Disco-kúlan, Nova-opnið. Yndislegt. Plasma Striker. Ágætur. Warmonger. Já. Sheepinator. Já. Já, hann er alltaf sauðbreytirinn, hann er mjög flott. Sauðbreytirinn. Og já, það er ekki Magma-böster sem það er að tala um. Já, þessi, já, þetta er alveg level 5. Já, Magma-böster. En skiptir miklu máli í vopnin, þú veist, að nota við eitthvað tækifæri. Já, mér finnst það. Þau eru náttúrulega fer eftir hvort það er long range, short range eða mid range fer eftir því. Og svo líka bara hvort þú ættir að skjóta einhvern sprengjum eða taka nokkuð stutt, það fer eftir hvort það er mikið. En það er ótrúlega magna vopnu. Þetta er meira en bara hefðbundin skotleik líka, sko. Já, ég veit það. Það er mjög flott, sko. Og þetta er stórkvæmt. Þetta er líka svona, þetta er svona vægt ofbeldi í þessu, þú ert ekkert að sprengja hausa mönnum. Ofbeldi? Já, ég segi, þú ert ekkert að drepa, það er ekki að blóðsúðurlinga, þú ert bara svona, þetta er svona byssuleikur. Já, vélmenni bara hverfa. Já. Ég breytist svona skrúur. Þetta er ekki svona brútali, breytist í skrúur og þú fær endast. Já, það er ekkert hausinn af og blóð bara dælist upp úr búknum. Nei, þetta er ekki svona, þetta er þetta leikur fyrir hann er bara 7 ára? Einmitt. Nú það er ekki bara vopni, það er líka að hann hefur fullt af græjum Ratchet og hefur alltaf verið þekktur fyrir það. Já. Það er grind boots. Já, þetta er svona, þarna er þetta skautum á einhverjum stöngum, það er alveg stórkostlegt. Já. Með heliopack og getur verið að Magna boots, þá getur þú labbað veggi. Já. Hydropack getur flogið. Já, getur flogið. Og hérna líka Sviðið. Thruster-pack, sviðið ennþá meira. Hoverboard. Nei. Þetta er rosalega. Þannig að það er mikið að græjum í þessu líka. Þetta er virkilega vel hérna. Og náttúrulega skiptilykill. Já, skiptilykill, hann skiptir öllu. Singahljóðar. Eða skiptilykill eins og ég vildi kalla þetta í myndinni en það fekk ekki hljómgrunn. Nei. En alltaf. En allavega, ef við rennum aðeins í gegnum þetta. Já. Þetta er leikur sem byggður á myndinu sem byggður á leiknum. Já. Þannig að þetta er eiginlega endurgerð af fyrsta leiknum. Já. Mikið af vopnum, skotleikur og græjur. Já. Fjölbreyttur mjög. Grafíkin, hvernig er hún? Grafíkin er bara geðveik í rauninni. Þetta er einn besta grafík sem hefur sést bara held ég í svona leik. Bara slakað á. Nei, svona grínlaust. Eða þú bara skiptum buxum. Og bara virka vel. Þetta var aðeins spöndur. Já, maður fyllir vel út í þessar helvítis buxur þess að dag. Já, það er eitthvað annað. En allavega, þannig að hún er góð. Já. Og mikið af atriðum og myndin er í leiknum líka. Já,
mikið af þeim og þú getur séð mitt, maður sér marga senur og svo eru líka auka senur hérna sem eru ekki í myndinni, þannig að það kannski smá auka gulrót fyrir einhverja. Nú, talsetningin líka frábær. Ég held að sko stóru stjörnurnar og myndinni séu ekki að tala um leikinn vegna leiknum, Sylvester Stallone og allir þeir eru ekki að tala senur úr myndinni. Já, þá eru að tekna held í beint úr myndinni, þannig að þetta er svona eitthvað svona bland, eitthvað blandað system. En allavega, myndur þú mæla með þessu við bara alla fyrst hann er svona fjölbreyttur? Já, í rauninni sko, ég myndi mæla með þessu leik bara fyrir alla sem fíla svona hasar og ævintýraleiki og hann er fjölbreyttur, hann er, ég kostar rétt undir 7.000 kallinum, hann er ódýr og er mjög góður og spannar alveg hellingstíma, getur spilað bara með vinnuðinum og svo leiðskilu. Þú veist, við erum konið í 10 tíma, við klárum hann ekki en við vorum ekki að elta allt þetta ekstra heldur. Vorum að reyna að klára hann eins og gátur. Þannig að þú veist, það er fullt af svona mini-missions og dót sem við sleftum. Þannig að það er eiginlega að tegja hann í hátt í 20 tíma með döndarsunum. Þannig að þetta er magnað. Ratchet og Clank, glænir leikur á PlayStation 4 og mælt með honum að þú myndi gefa segjum stjörnur, af því þetta er nú svona tengt kvikmynd, frá 0 og upp í 5. Ég myndi gefa þessu hiklaust 4 stjörnur. Hiklaust. Og 5 stjörnur þú ert að spila, því þú ert stjörna líka. 5 stjörnur, það er þetta fárlega gott. Þú ert nú með stjörnur líka, en ég vil ekki ræða það frekar. Já, það eru allir með, allavega 4 til 5 stjörnur eftir hvernig þú stendur. Unleash your refreshing citrus kick. Do the do.